Góðan daginn og velkomin í Silfur Egils. Við förum nú vítt og breytt í þessum þætti í lok þáttarins hérna Joe Borg hjá mér sem fyrrverandi utanríkisráðherra Möltu. Hann var aðalsamningamaður Möltu í aðildarviðræðum við Evrópusambandið og svo var hann til skamms tíma sjávarútvegsstjóri Evrópusambandsins. Við tölum við Judith Ehrlich sem gerði fræga heimildamynd sem nefnist Hættulegasti maður Ameríku. Hún fjallar Daniel Ensberg sem lak hinum frægu Pentagon-skjölum. Þessi mynd var tilnefnd til Óskarsverðlauna, hún að slá í gegn á RIF kvikmyndahátíðinni og það búið að setja á aukasýningar á henni þannig að fólk getur séð þessa mynd. Við tölum við Lucy Preble sem hérna höfundur leikverksins Enron. Við fáum Þorvald Lúðvík Sigurjónsson, forstjóra Saga Capital hingað til að ræðum svona framtíðarhorfur í efnahagsmálum. En byrjum á Hjálmar Gíslasyni sem hefur verið hérna hjá mér stundum áður. Hann hjá fyrirtæki sem heitir Data Market og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að hafa talnaefni og staðreyndir á hreinu þegar menn að tala saman og það ofta á Íslandi að menn að rífast staðreyndir og þið eruð að taka hagtölur og vinna þær þannig að þær séu skiljanlegar og þannig að fáist aðalega góður samanburður við það sem og því sem hefur verið spáð og ýmislegt í þessum dúr. Akkurat. Og við ætlum að skoða svona nokkra lykilstærðir í hagkerfinu fyrst. Akkurat. Svona eiginlega til að búa til svona leikvangin. Já, það nefnilega þannig sko að langflestir sem tjá sig þessa hluti í fjölmiðlum eru í einhvers konar pólitík og eru þessum ekki sammála og það getur verið erfitt fyrir mann að fá svona rétta mynd af hlutunum. Við vinnum að hrærast í því að taka þessi töl saman og miðla þeim áfram til annarra og það sem ég gerði var að ég tók saman svona smá pakka af svona helstu hagstærðum og málum sem hafa kannski verið í umræðinni og ákvað að reyna að setja það saman í einhverja svona yfirferð fyrir þig. Þannig að ef við bara dýfum okkur í þetta. Já. Við byrjum á aðeins bara verðbólgunni og vöxtunum. Hvar erum við stödd í því og hvert erum við að fara? Þá verðbólga núna, hún mælist 4,5%, náði hámarki sínu í janúar 2009 í 18,6% og í dag, hefur henni ekki verið lægri síðan í lok árs 2007 og á svipuðum slóðum og hún var svona árinu 2005-06, eitthvað svoleiðis. Þannig að hún að komast á þokkalegan stað þó við viljum náttúrulega sjá hana lægri. Nú, það sem að þetta þýðir, síðan eru hérna spátnar, við horfum á spá til mér frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og sjáum við að þetta frá því apríl 2010 þá spáir Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn því að verðbólgan stefni þarna niður í svona 3,5% 2014-15 eitthvað slíkt. Þeir spáðu þessu á ársbasis og núna í ágúst þá kom í peningamálum Seðlabankans þessi spá hér, þar sem þeir spáði bara að snemma á næsta ári verðum við komið niður fyrir 4%. Og þetta eru svona þessar tvær spár sem við erum að horfa á þarna og eru ekkert viðspjari hvor annarri. Seðlabanki spáir þessu heldur hraðar niður, heldur en AGS, en þetta er staðan. Nú, það þýðir að við stefnum inn á þetta, þannig erum við búin að teikna inn á verðbólgu markmið Seðlabankans. Aha, sem 2,5%. Sem 2,5% með 1,5% vikmörkum. Þannig að þetta græna svæði, það sýnir svona hvar við viljum hafa, eða hvar Seðlabankin vill hafa verðbólguna. Og ef eitthvað að marka þessa spá, þá virðist við vera að stefna inn á það svæði. Bara mjög fljótlega. Nú, það að verðbólgan hefur lækkað þýðir það síðan að það hefur verið hægt að lækka stýrivexti Seðlabankans nokkuð. Og þannig sjáum við þá. Þetta náttúrulega tólið sem að Seðlabankin hefur til þess að berjast við verðbólguna og reynir þá, þegar að verðbólgan er háð, þá reynt að hafa stýrivextina háa og svo framvegis. Og það sem athyglisvert í rauninni það að stýrivextinir hafa ekki verið lægri en núna síðan í seint árs 2005 og reynda bara frá því að þetta núverandi peningastefna var tekin upp, hafa þið bara verið lægri í 2 ár. Það var frá seint ár 2003 til seint 2005, þannig að 2004 og 2005 cirka bát. Þannig að það má eiginlega segja að vextir séu orðnir sögulega lágir allavega svona með þessa skammtíma sögu. Það sem að hins vegar þarna áhugavert við þetta að munurinn á milli verðbólgurinnar og síðan stýrivextana það sem við kallum raunvexti. Já, og það stærð sem að menn geta spilað mikið í fjármálamarkaðnum. Já, og þetta þýðir bara það að þarna á tímabili þá var hægt að fá áhættulausa ávöxtun á sitt fé, raunverulega ávöxtun með teknum tilliti til verðbólgu upp á næstu því 10% stig, upp á einhver, svona 8% cirka bát á tímabili. Og samt dugði það ekki til þess að slá á fjárfestingar.
sem að það hefði náttúrulega að gera ef það er hægt að fá þetta áhættulaust þá ættu menn náttúrulega ekki verið að stefna í mikla áhættu og það er akkurat þetta sem er verið að reyna að spila á. Og þessir raunvextir eru ennþá nokkrir en hins vegar þá virðist þeir ekki duga, nú er það í hina áttina, nú duga þeir ekki til þess að koma fjármagninu út í umferð því að það er gríðarlega mikið fé sem að liggur inn á bankabókum, liggur inn í skuldabréfum og svo framvegis. Já, við Þorvaldur ætlum einmitt að tala um þetta á eftir. Akkurat. En svona ef við tökum mörk á þessum spám frá þessum tveimur aðilum þá er ekkert sem að stoppar Seðlabankann í því að halda áfram í þessu vaxtalækkunarferli að því að virðist og það er kannski helst svona að hvernig þeir ætla að spila með gjaldeyrishöftin sem að gæti eitthvað breyta þessu. Svo eru líka svona helsta gagnrýnin á þetta er síðan að einmitt vegna þess að peningarnir eru ekki á leiðinni út í hagkerfið þá hafi eftir ekki verið nú hratt í þessa menn séu að horfa í baksýnisspegilinn, þeir eru að horfa á verðbólguna náttúrulega 12 mánuði aftur í tímann í staðinn fyrir að horfa hvert stefnir hún og reyna að fara aðeins hraðar í þetta til þess að drífa peningana út í fjárfestingu og þar með að svona rífa aðeins atvinnulífið upp sko. Þannig að þetta var þessi yfirferð. Nú eitt af því sem við erum þá að reyna að rífa upp ef við komum peningum í umferð er atvinnuleysið. Mikil ósköp. Hér er þróun atvinnuleysisins. Stóra stökki kemur náttúrulega bara við fall bankana og við höfum ekki séð neina svona tölur áður. Þetta er næstu því 17.000 mann sem voru atvinnuleysir. Hér kemur sumarið síðan í fyrra vetur og síðan sumarið núna og það er töluvert mikið lægra heldur en það var í fyrra. Yfirleitt er september lægstur, hann er ekki ennþá kominn, hans tölur eru ekki ennþá komnar inn. En það sem er hins vegar veggur svona upp hjá manni, það er hins vegar langtíma atvinnuleysið. Sögulega hafa þetta verið örfá 100 manns en nú erum það 5.000 manns, rétt tæplega, sem eru búin að vera atvinnulausir í meira en 1 ár og það virðist ekki vera að lækka mjög mikið. Og það er fólki sem er búið að vera án atvinnu í ár? Í ár, já. Þannig að það er svona, þetta megum við helst ekki sjá vera viðvarandi. Það getur skapað allskyns vandræði. Nú, atvinnuleysið hins vegar svona í alþjóðlegum samanburði hérna erum við með öll OECD-löndin, hæstur er Spánn með 19,2% atvinnuleysi, lægstur er Noregur með 3,5% og hvar er Ísland á þessum lista? Jú, við erum þarna einhvers staðar rétt fyrir neðan miðju, við erum fyrir Kanada og Bretland erum með heldur meira atvinnuleysi en við, Danmörk og Slóvenía fyrir neðan. Þannig að þetta er nú svona í alþjóðlegum samanburði ekki træðilegt eins og sögulega fyrir okkur, við höfum bara sögulega verið með lágt atvinnuleysi, þannig að þess vegna könnumst við ekkert við þetta. Hagvöxturinn, menn hafa aldrei verið að rýna í hann og rifist hann til dæmis á þingi og ég tók bara spá alþjóða gjaldeyrisjóðsins frá því að var skrifað undir áætlunina með þeim sem var í nóvember 2008. Þá spáðu þeir því ef við myndum fara í neikvæðan hagvöxt, það er þessi samdrátt í efnahagslífinu på 9,5% 2009 en síðan erum við nokkurn veginn komin á slétt 2010. Ef við síðan skoðum hvað þeir hafa gert síðan fyrst við fyrstu endurskoðun sem var í ágúst 2009 þá er búin að grenka svolítið svona kreppuna, eða hvað maður segja, grenka droppið 2009 en farnir að spá okkur lægra 2010 og svo aftur núna í apríl við aðra endurskoðunina og það verður gaman að sjá hvað þeir segja núna við þriðju endurskoðunina en það virðist svona vera að það sem er að gerast og raunveruleikinn, hann mælist þarna eitthvað örlítið dýpri heldur en þetta en það sem er að gerast virðist vera að kreppan er að verða, hún er ekki að verða eins djúp en það er að teygja stúrin, hún er að taka lengri tíma heldur en AGS gerði ráð fyrir í upphafi. Hún er aðeins öðruvísi í laginu, já. Hún er öðruvísi í laginu og svo er svona spurning hvert þetta stefnir og menn hafa verið að rífast dálítið þetta og eru þá að horfa á svona ársfjórðungstölur frá ári til árs. Málið er bara, ég held að sé allt of snemmt að venjulega vil ég nú horfa á eins fínar tölur og hægt er að fá, það er eins örar og hægt er að fá. En málið með hagvöxtinu er það að þetta er ekki mældstærð, þetta er ekki eins og að stinga mæli í vatnsrensli og athuga hvað koma margir lítrar framhjá, heldur er þetta meira eins og fornleifafræði, menn fá einhverjar upplýsingar hvað gerðist og fá þannig með skýrar og skýrari mynd af fortíðinni. Þannig að þetta eru bæði tölur sem er kannski ekki alveg 100% hægt að marka ennþá og það hvað gerist á milli stakra ársfjórðunga, það er of fljótt að segja. En við viljum svona stefna á þetta bil þarna svona einhverstaðar á bilinu, það verður bilinu 2-6% samdráttur í efnahagslífinu aftur á þessu ári. Nú fjárlögin, ég tók saman fjárlögin eftir málaflokkum, það er alltaf verið að færa, við höfum áður tekið þetta saman eftir ráðuneytum, en það er alltaf verið að færa verkefni milli ráðuneyta og þau eru saminuð og sundruð og allavegana. Þannig ég ákvað að skoða hvernig fjárlögin hafa þróast og síðan 1998. Og þannig erum við með sem sagt hinn á þessa útgjaldaliði ríkisins og þetta er samanburðarhæft á milli ára og við færðum þetta á fast verðlag, þannig að það er meira að segja búið að taka tillit til
til verðbólgunar í þessu. Þannig að nú erum við að horfa á fjárlögin 1998 og spilum okkur síðan áfram heilan áratug. Okay. Þannig að það sem við sjáum þarna að það verður í rauninni nánast í hverjum einasta lið er blása útgjöldin út. Það helst í önnur útgjöld ríkissjóðs sem að innihalda meðal annars vaxtagreiðslurnar okkar, það sem að hefur svona dregið saman. Og 2008 náttúrulega kannski síðasta árið sem svona þokkalega í framhaldi af þessari þróun. Og þetta á föstu verðlagi? Þetta á föstu verðlagi og þetta á þeim tíma sem að talað báknið burt en allavega núna erum við með báknið byrt og það kannski fyrsta skrefið í því að taka síðan eitthvað á því. Ef við hins vegar skoðum hvað gerir síðan frá 2008, þá stígum við núna inn í 2009 og breytingin þar, förum aftur 2008, 2009, það sem að stórverks þarna eru almannatryggingar og velferðarmál annars vegar og það þá atvinnuleysistryggingarnar helst og síðan önnur útgjöld ríkissjóðs. Inn í því eru vextirnir, það saman gerist til 2010 og vaxtagreiðslurnar 2010 nema 94 milljörðum og til þess að setja það í einhvers konar samhengi þá er það nánast akkurat sama upp að þú fer í löggæslu, öryggismál, samgöngumál og fræðslumál á þessu ári. En frá 2008 þá höfum við verið að draga saman í öllum liðum öðrum heldur en vaxtagreiðslunum og almenna og velferðarmálum. Kaupmáttur og skuldir. Þar erum við með hér horfum við á kaupmáttinn og hann fór lægst núna í vor, þá fór hann á svipaða slóðir hann var í áramótin 2002. Hann núna, hann hefur hækkað síðustu mánuði nokkuð ört og núna á svipaðum slóðum hann var áramótin 2003-2004. Það sem hins vegar, þannig að við erum núna með svipaðan kaupmátt, við getum fengið cirka sama magn af vörum og þjónustu fyrir launin okkar eins og við fengum þá. Það sem hins vegar áhyggjuefni í því að við skuldum meira en tvöfalt meira. Þess að skuldir heimilana við lánakerfið, þær eru meira en tvöfalt hærri heldur en þeir voru en við höfum með sama kaupmáttin. Og það hlýtur að náttúrulega ekki reiknað inn í þessar kaupmáttar. Nei, þannig að við erum að nota hluta af þessum kaupmætti til þess að borga niður helmingi hærri skuldir. Og þetta einn af þeim hagtölum sem að hreinlega hefur ekki fengist uppfærð síðan við bankahrunið einfaldlega vegna þess að það bara ekki komin sami reksturinn á bankakerfið og fjármálakerfið eins og var. Og við vitum ekki nákvæmlega hvað þessi tölur en þær eru svona stærðargráðinni 2000 miljardar sem heimilin skulda lánakerfinu í dag. Þetta eru lykilstærðir. Já. Tekjuskattarnir, það voru farið í skattabreitingar í fyrra og hér sjáum við horfum við á umsamin mánaðarlaun á 200.000 til 800.000 krónur. Bláa súlan sýnir fyrir breytingar og svo rauða eftir og það sem í rauninni við lesum af þessu að maður sem var með segjum 200.000 í mánaðarlaun, hann borgar núna 5.000 krónur meira í skatt á mánuði heldur en hann gerði fyrir breytingarnar og sá sem með 800.000 borgar 28.000 meira af sínum tekjum í skatt heldur en hann gerði. Skattbyrði hans hefur hækkað hlutfallslega meira. Já, við setjum þetta eins og í norrænt samhengi og sjáum við það að hér erum við með öll hinn Norðurlöndin. Þá lægstu tekjuhóparnir að borga töluvert minna í skatta hér á landi heldur en annars staðar en við verðum svona nokkurn veginn á pari við flesta þjóðirna þegar við förum í hærri tekjuþrepin. Og síðan að lokum bara því að þetta hefur nú verið efni hér í síðustu 2 þáttum, það eru klikkuðu karlmenninir. Þá ákvað ég að kíkja lítið á raforkuframleiðsluna okkar. Og hér erum við þá með graf sem sýnir mánaðarlega raforkunotkun, annars vegar almenna notkun sem þessi bláa lína sem það eru árstíðasveiflur í henni með raforkunotkun á veturna og síðan stóriðuna sem svona nokkuð flöt nema þegar að eitthvað er aukið. Þarna sjáum við þriðja Kjarrskagalinn í Straumsvík og þarna sjáum við Norðurál. Þarna sjáum við síðan Norðurál með aðra stækkun, þetta var í nokkrum áfengum hjá þeim og síðan koma Fjarðaál sem að eiga í næstum því alla þessa viðbót þarna og frá því að almenna notkunin og stórnotkunin var bara svipuð 96-7 eitthvað svoleiðis og þar til núna þá búin að 5-falda notkunina rúmlega í stóriðjunni í þessar nánast eingöngu í þessar álvers framkvæmdir, þessar 3 framkvæmdir og ef við horfum síðan inn í framtíðina þá þurfum við aðeins stærra graf og erum þannig að horfa til 2020 og ég gerði það að leika teikna inn bara miðað við bestu fyrirliggjandi upplýsingar frá álfyrirtækjunum sjálfum, Bakka og Helguvík. Og það myndi þýða að við værum að fara í þennan tröppugang hér. Fyrst værum við að horfa á Helguvík í 2 áföngum og komið í full afköst 2015 og síðan í Bakka sem ekki alveg sagt hvernig hann trappast upp en við verðum komið í full afköst 2018.
og gangi þetta eftir þá erum við búin að nýfalda orkuframleiðslu sem fer beint í stóriðju á rétt rúmum 2 áratugum. Það er svona, það er umhugsunarefni að minnsta kosti. Já, Hjálmar, þetta er mjög skilmerkilegt hjá þér. Takk fyrir það. Og gott að fá því þáttinn, takk að þið fyrir.